Já, það voru þetta 3 konur hjá okkur áðan og við ætlum að hafa 3 kalla hérna í seinni hlutunum en Kusai O'Day sem paradískur, hann forfallaðist, kannski það tengt atburðum dagsins sem að Ísraelsmenn notuðu tækifærið þegar voru smá tafir á því að senda eitthvað lista og drápu enn fleiri. Við ætlum að ræða svolítið vopnahlið en mest ætlum við að ræða það eru valdaskipti í Bandaríkjunum á morgun. Donald Trump tekur við og þá breytist heimurinn. Hingað kominn Friðjón R. Friðjónsson sem borgarfulltrúi og Stefán Pálsson sem varaborgarfulltrúi. Breytist heimurinn á morgun, Friðjón? Nei, en það mun ýmislegt breytast. Það bárust fréttir í lokvikunar að það voru skipulögð skyndiáhlaup á nokkra borgir í Bandaríkjunum til þess að finna ólöglega innflytjendur og safna þeim saman og reka þá úr landi. Þeir hafa nú eitthvað dregið í land vegna þess að það erfitt að gera skyndiáhlaup þegar þú búin að segja frá því í fréttum. En sko það verður hann er búinn að lofa því að náða fólki sem að réðist á þinghúsið á 13. 2021 þannig að á fyrstu mínútum valdatíða sinnar. Þannig að það mun ýmislegt breytast í og auðvitað, hann er þannig. En þú veit, hvað hafa margir forsetar verið kosnir með því loforði og yfirlýsingum það að þeir ætla að breyta pólitík og breyta Washington og breyta hinn og breyta þessu og síðan líða hlutirnir áfram í svona hefðbundna ferli og kerfið stækkar og Ekkert breytist. Og lítið breytist. Já, þetta er alltaf olíuskip. Hann er búinn að boða mikla breytingar. Man ekki fjöldan á málunum, það er bara sem að það skera niður ríkisútgjöld þriðjung. Jú, ég meina það er eiginlega bara að leggja niður Bandaríkin eins og við þekkjum þau. Ekki? Ekki ætlar hann að skera niður herútgjöld, þannig að þá er allt sem er skorið niður sigur svona einhverja baráttu almennings fyrir að hafa einhvers konar sanngirni í samfélaginu verður líklega fleygt. Sko, hann hefur kannski meira með, hann er sérstaklega með alríkisútgjöldin að gera og meðan að kannski þessir mikið af þessum innviðum og þessum félagslegu innviðum eru á ríkjabasis. En þetta er náttúrulega alveg rétt sem Friðjón segir að pólitíkin er ísbrjótur eða olíuflutningaskip og sérstaklega hygg ég að það verði varðandi utanríkismálin. Að mannaskipti í Bandaríkjunum eða forsetaskipti, þau hafa haft mun minna að segja varðandi utanríkismál heldur en menn hafa oft reiknað með. En ég held að áhrifin verði þá meira heima fyrir. Það er þessi óboðslega áhersla á að reyna að sýna fram á áþreifanlegan árangur strax í að reka fólk í burtu. Hvort að stemningin fyrir því muni síðan haldast þegar að myndirnar af því þegar verið að framkvæma þessar brottvísanir fara að rata á sjónvarpsskjáinn, það er ekki alveg jafn ljóst. Og svo erum við með, sem er náttúrulega frekar kannski óhefbundið fyrir okkur sem að eldri eru fyrir republikana forseta, þá er þetta mikla dálæti á tollum og svona eiginlega því að bara stíga fram af ákafa og segjast ætla að fara í viðskiptastríð. Jafnvel við til þess að gera vinveitt ríki á meðan að svona menn hafa kannski, hafa forðast þessa hreinskilni. Já, ég meina, sko, það sem að sá slagur sem að ég er pínu, sko, spenntur fyrir, ef svo má segja, er að það verða kosningar í Kanada á þessu ári.
Pierre Poilievre í kjörstöðu til þess að vinna þær kosningar eftir þessar hrakfarir Trudeau og langa valdatíð. Segðu okkur hver hann er. Hann fyrsti formaður íhaldsmanna í Kanada sem að leiðtogi sem að eitthvað svona hægt að tala að svona sé að taka sér pláss. Íhaldsmenn í Kanada voru... Þeir þurrkuðust út bara fyrir einhverjum löngu síðan. Já, 1992 eða 3 þá voru þau með hreinan meirihluta á þingi í næstu og í kosningunum þá þurrkuðust þeir út og voru með 2 eða 4 þingmenn af úr tæplega 200. Þannig að þeir byggðu afhróð og hafa verið lengi og klofnuðu þá og hafa verið lengi að koma sér saman eftir það aftur. Okay. Þannig að þetta í fyrsta skipti svona í langa tíma sem að eitthvað og það gaman að hlusta á hann. Hann mjög mælskur og núna bara í vikunni var hann með hótanir í garð Trump það að hann ætlaði að verða hagsmunni Kanada. Hann dálítið svona á argentínsku línunni hann miklu meiri frjálshyggjumaður heldur en Trump til dæmis. En hann sem sagt hann kjaftfor og myndband sem að fór býsna víða sem að sýndi hann í viðtali þar sem hann var bara graðkandi sér á epli og meðan á því stóð og baunaði síðan út úr sér stækri frjálshyggjunni. Og það, ég held að sé eitthvað þar í kringum 80% af olíu sem flutt inn til Bandaríkjanna kemur frá Kanada og mest hráolía sem síðan unnin í Bandaríkjunum og gerð verðmætari. Eitthvað 60% af öllu rafmagni sem kemur til Bandaríkjanna, það líka búið til í Kanada. Þannig að þetta er ekki einhliða samband eins og Trump vill vera láta. Þannig að þetta verður áhugaverð átök fyrir okkur áhugamennum stjórnmálakeppnir. En kom síðan náttúrulega líka gjörsamlega upp úr þurrum, maður hafði einhvern veginn ekki fengið neitt pata af því að það væri einhver grund á því góða milli Bandaríkjamanna og Kanadabúa og svo erum við allt í einu komið með næsta forseta Bandaríkjanna farin að tala það að landamærin milli Bandaríkjanna og Kanada séu bara pennastrikk og séu rauninni bara hálfgert plat og væri kannski bara ástætt að skoða þetta betur, talar innlima Kanada og gera það 51. ríkinu. Já, talar forsetisráðherrann bara sem svona héraðsstjóra. Þetta með hreinum og þvílíkum ólíkindum. Látum vera þó að hann sé með einhvern yfirgang og dólgsáttvarandi Grænland. Það myndi mig helst á það þegar að Ronald Reagan þurfti að hnikla vöðvana og sína hvað hann væri mikill stríðshaukur og réðist á Grenada. Af því að bandarískum almenningi var alveg sama hversu þó Grenadabúar væru bara 100.000 talsins. En þegar að mikilvægasta viðskiptaríkið og nágranninn að ræða þá maður eiginlega bara alveg dolfallinn. Ég meina hann fór í ákveðið viðskiptastríð við Kanada á sínum tíma þegar hann var forseti síðast og lagði tolla á ál og stál frá Kanada. Þannig að það förum aftur upp í spurningunni, það verða mikla breytingar, en hvernig þær verða og hvar þær mun liggja og hvernig olíuskipið mun einhvern veginn snúast og þræða í gegn. Það erfitt að segja vegna þess að við vitum ekki hvað hann mun standa við. Hann stendur ekkert við næstunni, sem betur fer stendur hann ekkert við allt sem hann segir. Nei, en eigum við í næstu 4 árin að reikna með eða búa við frá honum sem að allar bara heimsbyrnarleik einhverju rogastans svo mikið ólíkingatól. Er það siglinn í eitthvað svona bara skoppara kringlu? Næsta allavega hann mun hafa ákveðin tögl og haldir. Hann lætur náttúrulega eins og hann sé með aukin meirihluta í báðum deildum þingsins. Hann með örmjóan meirihluta örþunnan meirihluta í fulltrúadeildinni og reyndar báðum deildum. Næstu kosningar sem eru í nóvember 26 þar verið að kjósa mun fleiri þingmenn republikana í öldungadeildinni heldur demokrata. Þannig að við minnum að séu svona svipað eins og var núna síðast nema með öfumögum formerkjum. Þannig að 2/3 þeirra sem eru í kjöri eru republikanar og 1/3 demokratar. Þannig að það þarf ekki mikið að gerast til þess að snúa því við. Staðan í fulltrúadeildinni þannig að þeir eru með 219 þingmenn og verða líklega með 220.
og þú þarf 218 til að hafa meirihluta. Þeir eru með 2 manna meirihluta í fulltrúadeildinni. Það þarf ekkert mikið að gerast til þess að, og í kosningunum 2026 er það nánast óhjákvæmilegt, eða sé ekki óhjákvæmilegt, en það er svona, sagan segir okkur að sitjandi forseti tapar þeim kosningum. Þannig að hann getur bara lent í því að vera í minnihluta í báðum deildum og þá verður þetta allt saman miklu erfiðar og miklu þyngra og til þess að gera allt það sem hann þarf að gera. Þannig að hann hefur í raun og veru núna 1,5 ár, þú veist, 1 ár og 10 mánuði til þess að gera það sem hann ætlar að gera. En svo erum við líka, kannski ómennilegt fyrir byrjun á forsetatíð, að þetta er samt sem áður ekki forseti sem að er neitt hann getur ekki tekið önnur hann að kjörtímabila að þessu loknu, þannig að hann er í rauninni á seinna kjörtímabili, ef svo má segja, og menn hefða sér nú oft dálítið öðruvísi þar. Þá fara forsetar að hugsa að stilla til friðar í Miðausturlöndum og einhvers staðar annar staðar, búa til einhverja svona legacy það hvað þeir hafa gert. Clinton gerði það á sínu seinna kjörtímabili og reyndi og svona varð meiri áhersla á og Obama líka og svo framvegis sko. Þannig að kannski hefur Trump ekki sama smekk og þessi menn legacy. Nei, en hann er algjörlega meðvitaður það hvernig talað hann í framtíðinni. Hann vill verða besti forseti sem að sögur fara af, allavega í eigin huga, og fá einhverja staðfestingu. Hann gengur út að fá svona validation. Þessi hégómalegur. Guð mig góður. Já, er ekki að reka ríkið bara út á hégóm og skapa eins mann. Þið nefndu íhaldsmenn í Kanada velja sér fórustu sem er svona líkari Trump heldur en svona venjulegum íhaldsmanni. Þú nefndir Argentínu, Milei, sem er með svona sambarlega yfirlýsingar. Ég man ekki hann ætlaði að loka mörgum ríkisstofnunum þegar það taki við völd og sömuleyti hefur hann gert ýmislegt en verið stoppaður við annað. Er Trump eitthvað svo mikið frávik í pólitíkinni? Erum við ekki bara komin yfir á tímabil Trump og ég minna stjórnmálamennin allavega hægra megin eru menn að velja raunverulega þessa leið frekar heldur en svona, ég veit ekki hvað er klassíski íhaldsmennska. Mér finnst Milei og Povlier vera mjög ólíkir Trump að mörguleyti. Jú, þeir fara að hluta til inn í svona ákveðin menningarpólitík sem að og þessi menningarstríð og umræðum réttindi transfólks og svo framvegis, en þeir eru miklu meiri frjálshyggjumenn heldur en nokkuð tíma Trump. Trump hefur engan áhuga á viðskiptafrelsi. Það hefur það sem að mín gagnrýni hefur verið á og ótti minn við það að hægri menn í Evrópu fara að elta Trump í því að vera á móti fylgjandi tollum, á móti viðskiptafrelsi, því að það er alveg katastrófa fyrir lítið land eins og okkar. En hann er saman á Milei að brjóta niður ríkiskerfið og ólíkarkvæða bara samfélagið. Þess vegna hefur Biden líklega verið að vara við þessu því að þetta er tónnin sem er gefinn að láta bara auðkýfingunum eftir Já og nei. Þetta er líka það að kerfið allstaðar í Evrópu og þið hafi verið gagnrýnin á það líka svona og bendi ég á þig Gunnar og hugsa sósíalista að svona Stefán þykist líka vera sósíalista. Já. Þykist ekkert með það. Verið gagnrýnin á svona kerfisvæðinguna þar að segja, og ég er ekki að tala stuðning við heldur svona hvernig kerfið þenst út í þessu menntuðu innan gæsalappa faglegu elítustjórnmálin. Þið hafa verið gagnrýnin á það. Ég held að þetta komi af sama meiði. Þetta er allt önnur tegund. Þannig þeir eru bara að leggja niður raunverulega það að við getum mótað samfélagið okkur og framtíðina á lýðræðislegu vettvangi. Þeir eru að veikja hinn sameiginlega lýðræðisvettvangin til þess að allar ákvarðanir sem vilja teknar út á henni svokallaða markaði. Ég segi samt að grunnurinn, óánægjan og ástæðan fyrir því að Trump fekk þennan stuðning sem hann fekk var gagnrýni á Washington og elítustjórnmálin þar. Milei komst til valda vegna gagnrýni á elítustjórnmálin og árangursleysi þessara hefðbundnu stjórnmála og það er það sem að svona grófunda Trudeau einmitt og það er það sem eru ákveðin líkind á milli. En ég held líka einmitt að
Trump mjög dæmigerður pilsfaldakapitalisti já. og og það náttúrulega það sem í rauninni einna makalausast að sjá jafnvel bara fyrir sko opnum tjöldum svona hann svona makkandi einmitt með sko sínum ólíkörkum sko og hjálpandi þeim að setja síðan einhverjum keppinautum stólinn fyrir dyrnar og þessi allt þetta sérstaka hliðardæmi sem að hefur með Elon Musk að gera og Twitter náttúrulega bara með slíkum ólíkindum. Og líka bara hversu ríkur Musk hefur orðið og Tesla náð ákveðnum sko árangri með niðurgreiðslum og vernd bandaríska ríkisins og fjárhagslegri aðstoð bandaríska ríkisins hreinræktar pilsfaldakapitalismi og alls engin frjálshyggjukunnar. Þannig að ég bara horf þig. Ég var niðurbrot lýðræðisvettvangsins ný frjálshyggja. Sko, mér finnst þetta hugtak nýfrjálshyggja vera þreytt. Við erum búin að tala nýfrjálshyggju núna í 40 ár. Þannig að hvenær hættur hún að vera ný og hvað nýfrjálshyggja? Þannig að ég aðhyllist bara svona klassíska frjálshyggju það að fólk beri ábyrgð sjálfu sér og einstaklingsfrelsi og viðskiptafrelsi og svo framvegis. Þess vegna nefndi þess að kalla að þú talar stundum eins og þú sért svona klassískari íhaldsmaður heldur en þeir og ég að spyrja, er þessi kallar ekki bara taka yfir hægri vettvang stjórnmálanna alls þar í heiminum? Ég hef áhyggjur af því. Við erum með það í Bretlandi, við erum með það í sumuleyti í Þýskalandi, við erum með það í Frakklandi, við erum með það í Ítalíu, við erum með það í Brasilíu, við erum með það í Argentínu, við erum með það í Kanada, við erum í Bandaríkjunum, það ekkert eftir að ykkar lendum. Sko, ég ósammálaði varðandi Milley og ákveðinleiti varðandi Milley og Kanada. Þetta yfirna Milley? Að mörgu leiti. Þú veist, það margt sem að, sko, hann hefur gert sem að ofboðslega áhugavert. Hann hefur bætt, hann hefur dregið úr verðbólgu gríðarlega, en það hefur verið á kostnað, auðvitað, þetta hefur verið svona, þetta hefur ekki verið smáskammtalækningar, þetta hefur verið mjög brútal og en sko, það fráleitt hvað Argentína hefur verið veikt land undanfarin 50-60 ár miðað við hvað það var öflugt í upphafi 20. aldar og hvað það var sko í kjörstöðu til þess að verða eitt af ríkustu löndum í heimi. Þannig að og það bara ákvarðanir stjórnmálamanna sem að gerðu það verkum að Argentína varð eins og Argentína varð og sama með Brasilíu. Það getur náttúrulega opnað líka á ennþá stærri umræðu ef við ætlum að ræða um pólitíkina í Rómönsku Ameríku og hvernig þar höfum við náttúrulega líka haft bara séð afleiðingar af heimsvaldastefnu og framferði öðringa og bara neikvæðum afleiðingum þess að vera mjög skýrt inn á skilgreindu áhrifasvæði Bandaríkjanna. En upplifir þú að hægrið sé svona að breyta karakter með Trump og þessum mönnum sem ég taldi upp? Já, ég held að það sé nokkuð óumdeilt. Meira að segja, sko, Trump verður ekki eilífur og og kannski verða það bara lífstílsjúkdómarnir sem að bjarga okkur frá þessu öllu saman en sá flokkur sem hann að skilja eftir allt öðruvísi flokkur heldur en sá republikanflokkur sem að áður var og maður upplifði það mjög lengi fyrst þegar að Trump fyrirbæri kom fram að þá voru svona hefðbundnari valdablokkir í republikanaflokknum svona sem að lítu dálítið á að þau væru svona fullorðna fólkið í herberginu þyrftu bara svona aðeins að bíða hann af sér og svo myndi menn fljótlega sjá í gegnum hann og aftur myndi þetta svona leita í eðlilegan farveg og menn myndi aftur horfa til svona sömu hefðbundnu valdaættana og valdablokka. Það ekkert að fara að gerast. Ég meina næsti Trump verður enn verri. Næsta forseta efni republikanaflokksins verður miklu líkari Trump heldur en þeim frambjóðendur sem við vorum að sjá kannski valdamót. Já, þetta einmitt áhugaverð spurning varðandi establishmenti í republikanaflokknum fóru margir inn í ríkisstjórn Trump til þess að vera og svo ég vitni í einn kunningja minn sem að talaði við eitt ráðherra sem hafði verið í ríkisstjórn Trump
til þess að vera fullorðni einstaklingurinn í herberginu. Og viðkomandi fór inn í þá ríkisstjórn með það fyrir augum að vera svona, hafa smá stjórna og vera fullorðni maðurinn í herberginu. Þessu fólki ekki hleypt að borðinu núna í þessu að mestu leyti. Við sjáum að vísu að Marco Rubio að verða utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Hann verður þar af leiðandi í kjörstöðu til þess að fara í framboð, forsetaframboð eftir 4 ár. Þannig að og mun etja kappi við J.D. Vance og einhverja fleiri. Og það verður forvitnilegt að sjá hverjir, hvað verður Repúblikanaflokk Trumps. Hann klárlega búinn að breyta Repúblikanaflokknum og bara besta dæmið, en þetta samt sem að þróun sem á sér lengri tíð heldur en bara, lengri tíma heldur en bara, innkoma Trump. Tippokkarhefingar. Já, og miklu lengra, alveg aftur til 7. áratugurins þegar að Barry Goldwater var í framboði og Lyndon Johnson kom í gegn mannréttindalöggjöf, að þá svona kvarnaðist upp úr Suðurríkja yfirráðum demokrata og Ku Klux Klan liðið og rassistarnir flúðu úr demokrataflokknum og yfir til repúblikana. Það sem að og það bara skýrasta dæmið það að þegar repúblikanaflokkurinn stofnaður fyrir 60 árum síðan, að þá var svona valdamiðjan á Nýja Englandi. Iðnaðar, borgirnar og iðnaðurinn og svona og Bush-fjölskyldan frá Nýja Englandi. Við sem komum hingað fyrst. Já. Það var Repúblikanaflokkurinn. Já. Repúblikanaflokkurinn á ekki einn þingmann í fulltrúadeildinni á Nýja Englandi núna. Ekki einn. Þeir eru allir í suðrinu og vesturinu og miðvesturinu. Þannig að og það bara svona, það lítið dæmi það hvers konar pólun hefur átt sér stað í bandarískum stjórnmálum og hvernig flokkar geta breyst og þróast og svo framvegis. Þannig að og ég meina Robert Byrd sem var senator fyrir republikana, hann byrjaði sem demokrati og var klansmaður og var síðan Strom Thurmond annar, sem var forsetaframbjóðandi 1948 en deyr síðan 100 ára sem forsetaframbjóðandi demokrata og klaufs út úr demokrataflokknum 1948 til þess að og fór síðan yfir í það að verða öldungadeilda þingmaður republikana frá Suður-Karolínu og deyr 100 ára í embætti. Þeir reyndar eiga það að þeir taka þetta hugtak öldungadeild mjög bókstaflega. Þetta alveg ævintýralegt að sjá hvað... Thurmond var 96 ára í sínum síðustu kosningum. Já, og menn eru bara bornir láréttir út úr þinginu, Það dregur þinginu í hlé bara því að... Ég meina, Dianne Feinstein, síðasta dæmi sem var hvorki með ráðinni rænu og henni var trollað inn í hjólastólinn á þingfundi, á þingnefndafundi og menn töluðu að starfsmannastjórinn hennar væri raun senator fyrir Kaliforníu. Sem að minnir helst á það staðalmyndirnar sem við vorum með af forystusveit kommunistaflokksins í Sovétríkjunum undir lokin í kaldastríðinu. Svo fer maður á Wikipedia og sér að þetta var allt mennum sjötugt. En áhrifin frá Trump á stjórnmála, við má halda því áfram. Fyrri tími Trump, hafði það ekki raunverulega áhrif á þessa hægri bylgju í Evrópu og eins og hún þetta náttúrulega ekki venjuleg hægri bylgja, þetta eiginlega svona populísk hægri bylgja verið að kalla, ég veit ekki hvað þetta kallaði, Nigel Farage og Meloni og þetta allt saman, en núna kemur hann aftur og má ekki búast við svona annari bylgju. Ég var, tók þátt í kosningunna í nóvember og þar var á einhverjum fundi sem var að vera ræða eitthvað allt annað mál að þá sagði frambjóðandi flokksins að þeir stemdu að niðurskurði ríkisútgjalda 1/3 og maður bara, veitu hvað? Það hefði ekki verið fræðilegu möguleiki eitthvað að þeir láta þetta út úr sér bara í vor, en bara leið og þetta komið að þá allt í einu byrjar þetta að flæða yfir
alla stjórnmálaumræðuna, allt innu bara svona, ég veit ekki hvað það kallar það, miðjan eða vettfangur stjórnmálanna eru byrjað að snúast mál sem að erum við raunverulega að ræða þetta? En höfum við ekki verið að flæða svona hægt og rólega meira og meira alltaf til svona vinstri sinna, það sem mér hefur fundist vera, vinstri sinnara elíti stjórnmála og þetta er bara viðbragð við því og að vera að sveifla pendúlunum tilbaka. Við erum alltaf með við erum að fá flóknar og flóknar löggjöf sem við skiljum síðan ekki og bara eins og dæmið er núna síðasta dæmi sem gerist í vikunni varandi virkjun. Það sem engin ráðherra síðan 2013 hefur skilið lögin. Lítur út fyrir að ég ætla ekki að fullyrða það en bara ekki Landsvirkjun heldur. Nei, ég meina og ég kom inn á þing sem varaþingmaður á síðasta kjörtímabili nokkru sinnum og þingmönnum er ákveðin vorkunn í því að það mál koma mjög flókin inn. Það er erfitt einhvern veginn að komast til botns í það, menn stóla algjörlega á fulltrúa ríkisvaldsins það að þau séu útskýrð og færða á svona ákveðið mannamál, sérstaklega þegar við erum að taka inn Evróputilskipanir. Þannig að hvenær heyrðuð þið fyrst orðið, hvað heitir það? Vasslot. Bara Já. Þannig að og ég held að þetta sé miklu meira viðbragð við þessari svona, eins og segi, pendúllinn sveiflast alltaf að einhverju leyti tilbaka og ég held að þetta sé viðbragð við þeirri þróun, þessari svona klintonisma, blerisma þróun sem að byrjaði á 10. áratugnum og jafnvel byrjaði enn fyrr í pólitíkinni. Clinton tók nú þátt í mikilli afregluvæðingu til dæmis á Wall Street og hann kallaði nútímavæðingu sem kostaði okkur hrunið og fleira. En undir þeim formerkjum að vera vinstrimaður. Og þannig að hann breytti hann var að breyta þá þegar Anthony Giddens var að skrifa sína bækur og svona þá erum við að tala um allt aðra vinstrimennsku upp úr 10. áratugnum heldur en hafði verið á 7., 8. og 9. Ég meina, þið vitið það betur en ég. Nýfrjálshyggjumenn, Clinton og Blair. Já, og lögðu þetta og litu einhvern veginn svo á að það verður svo mikið unni með því að fá viðurkenninguna, að fá klappið á bakið frá peningaöflunum, var einhvern veginn svona sýndi fram á það að þeir væru snjallari, þeir væru hæfari. Já, bara vinstri við líti nógu vel út í jakkafötum að þá væri þetta allt í lagi. Já, vinstri þyrfti bara að raka sig og fara í jakkaföt. Já, Tony Blair var eiginlega, við ætlum að vera með sömu stefnu en það verður bara meira gaman í okkur. Einmitt, Cool Britannia. Nákvæmlega. En hitt, smárið, ég hef ekki að ræða eins vopnalið. Mikið eftir ósagt í hinnu, finnst hvað það? Já, ég meina, hann finnst ekki ég verið búin að viðurkenna það að við séum öll á leiðin til helvítis, þannig að bróðin. Við erum bara að velta fyrir með áhrifum á Trump, svo við getum reynt að meta það í Úkraínu og í Gaza og svona, en hættan er svo að við vitum ekki alveg hvort það sé eitthvað svona öflin í Bandaríkjunum sem að munu halda raunverulega kúrs alveg sama hvað hann vill kallinn og sama með innanlands og svona, þess vegna fannst mér bara gaman að tala bara um áhrif hans á pólitíkina almennt sem að mér finnst hafa verið gert of lítið úr í sambandi við fyrra tímabilið, að það opnaði svona ákveðna gáttir í pólitíkinni og þar í kringum hann voru að vinna menn sem að voru eiginlega með svona stefnu að bara brjóta öll þessi kerfi sem við voru byggð upp bara með miklu átaki í svona félagslegri uppbyggingu á 20. öldinni, svona húmanísku tímabili í stjórnmálum og okkar heimsluta á eftirstríðsárunum og stefnan var eiginlega svo að bara brjótum þetta allt helviti niður og sjáum til hvað verður út úr þessu. Og sömuleyti held ég að sjá hvern hætta og við nefnum þetta Milley og fleiri sem er á þessari línu að það sé bara hætta við þetta verði eiginlega svona normið að út af elitustjórnmálunum og hvað svo illa okkur gekk að reka okkur á stofnanir ef við ekki bara brjóta þetta og hendi svo öllu og þá munum við náttúrulega setja upp í einhverjum Mad Max tíma þar sem að Elon Musk og fleiri bara ráða samfélaginu og hann er að tala um Bitcoin og svona sem er umverulega að taka seðlaprentunina af almannavaldinu og flytja hana bara út á markaðinn.
Þannig að við erum að tala núna í pólitík svo alvarlegt afturhvarf, ekki bara aftur til setja stríðsendur bara einhvers staðar á bara frumbýlisár kapitalismans fyrir verkalýðsfélög og viðspyrnu almennings gagnvart þessu valdi. Ég held að við séum þar. Já, ég er ekki alveg sammála. Ég er ekki að klippa hér. Ég er ekki alveg sammálaður með sko hversu dökk myndin og ég hef meiri trú á manneskjunni og bara hvernig við erum sko hvernig við bregðumst við. Og svo er þetta líka svo sko þetta er svo hverfult eitthvað. Þú sér það sko, Musk lofaði Farage $100 million. En síðan viku seinna dró hann það tilbaka vegna þess að Farage vildi ekki styðja Tommy Robertson sem bara pjúra rasisti. Frá Luton. Já, glæpamaður. Glæpamaður frá Luton. Og ykkur stuðningsmaður Luton Town og segir sitt sko að þetta er maður sem sko vísa til eins og hann sé einhverja pólitískt autoritet og við erum með unga menn á Íslandi að dreifa einhverjum myndböndum. Og þetta er maður sem bara tók upp nafn eftir uppáhalds fótboltabullinu sinni. Já. Bara ofbeldismanni og fanti en Farage að við nefnum það og það er dæmi flækjurnar í þessu að þar erum við síðan með sko pólitík sem að virkar eins og þú lýsir Gunnar Smári en er síðan sko réttlætt þannig að þetta sé einhver leið til þess að standa þó vörðum þessar stofnanir. Þannig áttu menn að kjósa með Brexit, hvers vegna til þess að bjarga NHS, bjarga heilbrigðiskerfinu og það sé svona sérstaklega mikilvægt að sko elta nú uppi alla hælisleitendur og sökkva bátunum þeirra á siglingum á milli landa vegna þess að það sé einhver leið til þess að borga gamla fólkinu eftirlaun. Þannig að sjáum við sko þessar furðulegu mótsagnir. En við erum sko, mér finnst stundum við erum með svo þröngt sko, vegna þess að við erum alltaf að horfa á samtímann og þetta sko og hvað er að gerast dagstaglega og þá erum við með áslega þröngt sjónarhorn á sko svona hvað er að gerast. Við erum búin að vera í mjög stuttu tímabili í mannkynssögunni og eins og Gunnar Smári sagði að það sem að við byggum til eitthvað svona velferðar samfélög á Vesturlöndum bara og og síðan bara byrja einhverjir aðrir byrja einhverjir aðrir kraftar að hafa áhrif á hvernig hvað er að gerast. Við erum að sjá þessa meiri háttar flótta frá Suður-Ameríku til Bandaríkjanna. Hluta til vegna loftslagsbreytinga, hluta til vegna og mjög margir vegna ástandsins í Venezuela og Nicaragua og þeirra átaka sem eru þar sem að sko þessi átök voru samt sem áður líka á 8. og 7. áratugnum en það var samt ekki svona mass immigration eins og eða svona fjölda flótti eins og núna. Þannig að sko þú veist það að þetta sé að gerast síðan þegar ég hugsa stundum að hvernig verður horft á þennan tíma eftir 200 ár því að þegar við horfum sko 200 ár eftir tíma þá er eitthvað svona atriði eins og sem okkur finnst skipta höfuðmáli og heiminn og jörð að fara sko þá er ekki einu svona sko footnote í sögubókunum. Þannig að sko, kannski erum við bara lögð að staðið eitthvað þróun í eitthvað allt annað heldur en að við höfum þekkt undanfarin 50, 60, 70 ár og ég veit ekki hvert að leiður okkur. Þú ert að lýsa svona hugmyndum það að sé eitthvað að gerast í heiminum sem að veldur því að stjórnmálum okkar séu að breytast. Þú ert að segja að franska stjórnarbyltingin hafa orðið til að skaftureldum og þegar við vorum í frönsku stjórnarbyltingunni þá föttum við það ekkert. Það voru vel að skaftureldar en það var aftur viðbrögð við skaftureldum. En það minnst þetta lýsandi það að það er eitthvað svo stórkostlegt að gerast í bara hugmyndum okkar samfélag og fleira að þú ert fyrir að velta fyrir er þetta kannski bara afleiðing af einhverju sem er
óviðráðanlegt, heldur þessi ekki raunverulega afleiðinga pólitískri umræðu samfélagið og ábyrgð mannsins og bla bla bla. Ég meina, hvað er Trump í þessu, af því að við vorum að tala hann? Já, nei, ég meina, og þú veist, og fyrir mig sem frjálshyggjumann og hvernig einstaklingarnir bera ábyrgð og taka ábyrgð á sjálfum sér og allt svoleiðis, þá er svona pólitískt flóknara, ekki flóknara, en svona, þú veist, þessi kraftar, ef maður er að hugsa einhverja kraftar sem eiga sér stað í samfélaginu, þú veist, þetta viðbragð við svona þessari alþjóðavæðingu sem að, þú hefur og þið hafi gagnrýnt mjög mikið, og sem sagt, en var það einhver tíman mögulegt að við gætum haldið þessu ástandi óbreyttu í 50 ári viðbót eða 100 ári viðbót eða eitthvað að eilífu? Skilur hvað við? Þannig að þú veist, bara vegna þess að það er ýmislegt að breyta, heimurinn tekur stöðugum breytingum. Jú, en við sittum samt eftir með getuleysi okkar bara samfélags á því að mæta þá þessu, af því að mér finnst að sömuleyti stjórnmálin vera komin út í móa, Já, ég meina, það hefur allavega ekki reynst, þannig að fólk, með því að stækka ríkin, með því að við sjáum það, að vantraust á pólitísku valdi eykst eftir því sem það er lengra í burtu. Bandaríkjamenn tala alltaf Washington sem einhverja Sódómu og Gómoru og hvernig hlutinir getur bara ekki gengið og þar eru allir spiltir. Evrópa búið að vantreysta Brussel og við sjáum bara hvernig AfD er að tala í Þýskalandi og svo framvegis, Þannig að og bara Orbán og hvernig pólitíkin er að þróast í Evrópu. Það er ekki þannig að við séum að fara inn í eitthvað sæluríki yfir þjóðlegs valds. Almenningur virðist ekki vilja það. Og ég held að stjórnmálin bæði vinstra megin og hægra megin munu óhjákvæmilega og eru að bregðast við því. Þannig að en við ákváðum að velja okkur gera tvo krataflokka að ríkisstjórnarflokkunum á Íslandi. En tíminn líður rætt. Það var annað mál sem við ætlum að ræða hér og það er náttúrulega vopnahlé á Gaza sem náttúrulega byrjaði með ósköpum í morgun. 27 held ég hafi verið drepnir bara meðan var að vera að bíða til einu tölvupósti og hafið trú að vopnahlé komin til með halda í langan tíma? Stefán? Ég hef ekki allavega að segja að þetta hann fátt sem bendi til mikils ákafa þegar sem að standa að þessum vopnahléssamningum og yfirleitt hefur maður nú svona það er svona frekar fágætt þegar kemur að vopnahléum að menn lítið svona nánast á það sem kvöð að drepa nú óvinnin fram á síðustu mínútu gildistöku. Ég held að það sé svo sem engum blömum það að fletta að tímasetningin á þessu vopnahléi núna hún stendur í tengslum við valdaskiptin í Bandaríkjunum menn reyna eiginlega ekkert einu sinni að fela það. Þetta er vandræðalegt fyrir Biden-stjórnina sem að er búin að segja hér í marga mánuði að þetta standi bara upp á Hamas-liða en síðan kemur það bara í ljós að samkomulag og lá í öllum meginatriðum á borðinu í maí á síðasta ári að það er hægt að kvitta upp á það bara með örlitlum þrýstingi á Ísraelsstjórn. Við vitum hins vegar líka að Trump mun standa dyggilega með Ísrael og getur ekkert annað vegna þess hvað hann er svona nátengdur kristnu evangelistunum í Bandaríkjunum sem að bara líta á það sem bara trúarlegt málefni að styðja Ísrael með ráðum og dáð. Þannig að ég veit ekki hvað
hvað við fáum margar vikur af hlé, en ég held að stærðin á umfangi á þessari hernaðaraðgerð, við erum ekki að fara að sjá stríði byrja aftur á sama krafti, og ég held að það í sér líka, þá er bara efnahagslegar ástæður. Ísrael hefur alltaf byggt sig upp sem ríki sem að geti mobiliserað óboðslega stóran her til þess að vinna stríð hratt. Með því að vera bara með nánast alla undir vopnum og breyta bara hagkerfinu yfir í stríðshagkerfi. Það að taka allan þennan hóp og hafa hann undir vopnum, svo mánuðum með jafnvel árum skipti, hagkerfi Ísrael hlýtur að vera að blæða. Hagkerfi byggir líka á því að geta látið Palestínumenn sinna öllum þessum störfum í ríkinu sem er ekki mögulegt núna. Manni sýnist að eitt helsti drifkraftur á þessu stríði, þó maður sé nú oft skeptískur á persónulegar svona orsakaskýringar í pólitík, sé bara hreinlega Benjamin Netanyahu að reyna að halda sér í embætti og helst utan fangelsins. Já, að halda sér í þinghelgi. Já. Ég já, það er hægt að færa fyrir því rök því að hann var komin í stórkostleg vandræði, og það besta sem brútal að segja það, en það virðist vera sem að pólitísku lífi Netanyahu hafi verið bjargað með árás Hamas á Ísrael 7. október. Það er bara vegna þess að hann var kominn að fótum fram pólitískt, og hann var á leiðinni að missa völd og leiðinni í fangelsi. Það hefur örugglega sitt að segja. Svo við vindum okkur frá hennum stóru drifkröftum sem að reka pólitíkina áfram yfir í það einhverja svona persónlegar ákvarðanir. En er þá vopnahliðið verra fyrir hann pólitískt eða eitthvað? Já, bara leið og vopnahliðinu líkur að þá hann neyðist til þess að samþykkja. Og þá gefst andrými til þess að bæði rifja upp málaferli gegn honum, og síðan sem hann hefur alltaf geta frestað að hann geta ýtt á undan sér til dæmis bara alvarlegri rannsókn á framgöngu Ísraelsstjórnar í aðdraganda þessara Hamas árása og viðbragðanna þar á eftir. Ég meina, það er nokkuð ljóst að mjög hátt hlutfall þeirra Ísraela sem að hafa fallið hafa gert það fyrir sprengjum eða byssukúlum síns eigin hers til dæmis. Og það verður ekkert pólitískt auðvelt fyrir núverandi stjórnvöld þegar að verður farið í rannsóknar á því. Og það sem Ísraelarnir hafa alltaf þó lagt á, mikla áherslu á, þeim finnst, það hefur alltaf þótt það gríðarlega mikilvægt að leggja áherslu á það, þeir séu þó réttaríki gagnvart sínum borgurum. Gyðingum og aröbum líka, þetta sé réttaríki. Sérstaklega, það er mjög stór partur af þeirra sjálfsmynd. Já, ég menn, og þetta er eina landi fyrir botni Miðjarðarhafs, þar sem að samkynhneigðir hafa notið einhver réttinda og svo framvegis, þannig að það er alveg rétt hjá þér. Það sem að mér finnst líka vera áhugaverð spurning sem að ég skal viðurkenna að ég hef ekki flett upp núna nýverið, er hvað árásin 7. október, hún gjörbreytti viðhorfum margra í Ísrael líka, og það sem að voru áður kannski meiri friðarsinnar og meira í tilbúnir í einhvers konar frið og einhverja tveggjaríkar lausn og svo framvegis. Það er mjög margir sem maður hefur séð í gegnum svona undanfarna ára mánuði að tala með miklu meira afgerandi hætti og svona ákveðinu radikaliseraðri hætti heldur en þau gerðu áður. Þannig að ég velti því fyrir mig hvort að þau öfl sem að vilja frið og svona vilja lausn sem að byggist ekki á ofbeldi og átökum, að þau öfl séu orðin undir í Ísrael. Ég held að sú breyting hafi átt sér stað töluvert fyrr. Ég held að svona
fríðarvængurinn ef svo má segja, þeir sem að bundu vonir og kölluðu eftir einhvers konar pólitísku samtali og já, möguleikum að tekja ekki að lust og annað slíkt. Það var búið að þurrka þann væng út armút pólitískt fyrir talsverðu síðan og hérna ein breyting, við vorum með til dæmis bara til þess að gera sterkan jafnaðarmannaflokk í Ísrael sem að jafnframt talaði fyrir ákveðnum pólitískum málamiðlum, hann farinn. Þannig að ég held að það að friðardúfurnar séu farnar, það var löngu búið að gerast. Hins vegar hefur átt sér stað radikaliserun á þann hátt að bara ýmiss konar orðræða eins og það að ráðherra einhvers málaflokks mæti og tali bara fjálglega að það er svo bara að skoða það að nota kjarnorkusprengjurnar sem að Ísrael vill ekki einu sinni gangast við því að eiga til þess að leysa málið. Það er bara orðið félagslega viðurkennt og bara allt í lagi og hann heldur bara áfram að vera ráðherra daginn eftir. Þú veist, þetta er stór breyting frá því sem var fyrir til þess að gera fáum árum þar sem að ofstækisfyllstu síonistarnir í ísraelsku stjórnmálum þurftu örlítið að gæta tungu sinnar hvað svo sem þeir hugsuðu. Já, það er frábært. Já, það er náttúrulega furða að morðið á Rabin sem gert var af ofstækisfullum síonista. Náði fullkomlega markmiði sínu. Náði algjörlega markmiði sínu meðan að í raun og veru hefði maður vonast til þess að viðbragðið yrði akkúrat í hináttina. Að gera það að verkum að þessir ofstækishópar myndu ná minni áhrifum. En ég held að pólitíska kerfið í Ísrael hafi líka ákveðum að segja að það eru ofboðsleg flokkabrot og það er tætt kerfi og litli flokkar með einstakislega skoðanir ná miklum áhrifum til þess að halda einhverjum samstöpustjórnum saman. Þannig að það hefur líka áhrif. Haldið að Trump muni hafa áhrif á stríði í Úkraínu? Já. Viðhorf republikana í öldungadeildinni hafi verið mjög neikvæð, margra republikana í öldungadeildinni, í fulltrúadeildinni og öldungadeildinni hafi verið mjög neikvæð gagnvart áframhaldandi fjárútlátum þó að þessi fjárútlát eru að mörgu leyti þannig að það eru keypt bandarísk vopn og framleitt í heimaríkjum þessara þingmanna og heimasvæðum. Já, eins og Biden hefur bara sagt og þegar hann að tala við þingmenn að þú ættir nú ekki að vera að kvarta, þetta er nú allt framleitt í þínu kjördæmi. Einmitt. Hörkugóðu bransi og gengur út á það að pína Þjóðverja til þess að kaupa bandaríska sprengjur, til þess að kasta á fólk enn austar. Já, ég meina, síðan kosningarnir í Þýskalandi gæti haft að vera meiri áhrif heldur en Trump, Þannig að, og hvað kemur út úr þeim? Já, og svona aggressiv, sá af stóru stjórnmálaleiðtogunum í Evrópu sem að hefur viljað ganga harðast fram í þessu, það er Macron í Frakklandi sem að er í einhverju fullkomnu pólitísku limbói það er valdatóm í Evrópu í raun og veru. Ég meina Þýskaland Schulz farinn og það er ekki maður sér ekki hvað heitir hann, Fredrik leiðtogi kristilega demokrata. Maður hættur að nenn að leggja á nöfnin á þýskum forystumönnum í pólitík. Meloni virðist vera áhrifamesti stjórnmálaleiðtogi í Evrópu, í raun og veru. Ekki það Pedro Sánchez, ekki það Keir Starmer, Macron í sínum eigin vandræðum, Þýskaland er upp í lofti og hvað, kannski gert Wilders eða hvað? Þú veist, það er ákveðið tóm í Evrópu og Evrópusambandinu. Evrópusambandi álíka í stórkostlegum vandræðum efnahagslega og Og eftir að koma í ljós hvað Evrópa verður. Já, algjörlega. Og ég meina ef að AFD segi nær góðum sigri eða nær miklum árangri í kosningunum núna, þeir vilja brjóta upp Evrópusambandi í raun og veru. Og hluti þess flokks bara í beinni línu við Putin. Þannig að og Musk ætlar að styðja þau. Þannig að veist,
Annars ertu bara mjög hress. Ég bara eftir að Arnar Gunnlaugsson var ráðinn til KSÍ þá eigi ég von fyrir Valsara í sumar. Það alltaf má nú sko finna skjól í fótboltanum þegar að raunir heimsins ríða mann á stig. Nákvæmlega. Nei, þetta er sko, allt þetta að tala um Evrópu og Evrópusambandi og við ætlum að fara í einhver atkvæðagreiðslu það hvort að við ætlum að endurvekja umsóknina og svo framvegis. Þú veist, þetta er þegar að fólk einhvern veginn ég held að við munum sjá enn frekari vandamál í Evrópu á næstu misserum. Heldur en fólk endilega gerir sig grein fyrir það er hagvöxtur engin, það er stórkostlegt það er mikið pólitískt umrót, mesti hagvöxturinn er í þessum löndum sem Evrópusambandi var ákveðinleiti harðast við í Portugal og Spánn og Grikkland og það er mestur uppgangurinn. Spánverjar eru að loka á Bretana og aðra með því að ýta þeim út með sköttum og þannig að þú veist, þetta er alls konar það er alls konar umrót í Evrópu líka framöndan sem að við gerum okkur ekkert endilega grein fyrir. Nei. Og höldum að við séum bara leiðinni í eitthvað þægilegt koktelboð við í Brussel eða við Bakka Signu finnst mér. Já, ég fara að enda það, stýttist í kvöldbátinn. Friðjón og Stefán, kæra þakki fyrir komuna og Sigurjón, takk fyrir hjálpina og ég þakka líka fyrri gestur sem hafa komið hingað að spjalla hérna við rauðaborðið, en ykkur þakka ég mest áverðu góður sem hafa breytt þessu spjall okkar í fjölmiðlunum og inni á að það eru hlustendur sem hafa byggt upp dreifikerfi samstöðunar. Það gera það með því að bara benda vinum og vandamönnum á efni sem er áhugavert hér og þar með byggist upp dreifikerfi. Þið getið bent á að það má finna efnið okkar á Facebook og YouTube í öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu á FM 89,1 á Stórhöfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þær útvarpssendingar á spilarann, spilari.is á netinu, svo spilar líka app sem maður hlaðinur í síman og hlusta á samstöðinu og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við síman. Þar eru við með 5 á fjarstýringunni kannski ef þið vill, ég veit ekki. Munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum líka upp á efni frá samstöðinni sem er 24 tíma sólarhring 7 daga í vikunnar allan ársins hring, samfélagsumræðu þetta þættinum Synir Egils og Rauðaborðinu og öðru þáttum samstöðarinnar. Það sem drífur samstöðina áfram er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur. Þar fáum við afl til þess að byggja upp samstöðuna. Ef þú vilt slást í hópið þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það er hnappi sem ástendur áskrift. Áskriftin er 2.500 krónur á mánuð, það má borga meira því sem að við það vilja og því sem er kjósið getur látið áskriftin að þessi félagsskiptin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem árekur samstöðuna. Og við þökkum áskrifendur kærlega fyrir allt sem við sjáum hér og heyrið er í boði þeirra. En þetta komið nóg í bíli. Rauðaborðið verður hérna annað kvöld klukkan 8 en það er smá hluti eftir af helginni og ég óska ykkur bara góðra helgar eða rest af helginni og takk fyrir í bíli.